Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Stapinn fagnaði 60 ára afmælið nýlega og við kíktum í afmælið og ræddum við ýmsa sem tengjast þessum skemmtilega stað í gegnum tíðina. Stapi fagnar 60 árum þessar mundir og blómstrar sem aldrei fyrr. Afmælinu var fagnað með tónlistarflutningi, ávörpum og myndasýningu úr sögu Stapans. Það var framsýnt fólk sem byggði Stapa á sínum tíma og húsi hafði þá mikla sérstöðu á meðal samkomuhúsa sem voru ekki svona myndaleg eins og Stapi þegar hann var byggður. Tómas, framkvæmdastjóri Hljómahallarinnar. Þetta eru skemmtileg tímamót, 60 ár Stapi. Akkurát. Við ákváðum að fagna þessu eiginlega bara með stæl og vera með nokkur tónlistaratriði og nokkra ræður og gera þessu góð skil og vera með myndasýningu á sögunni og tókum líka upp nokkra sögur og sýndu það. Já. Þegar þú ert nú búin að vera að vinna hérna í allmörg ár en ef þú rýnir í sögunni aftur tilbaka þá það náttúrulega ljóst að þetta verið gríðarlegt framtak og mjög merkilegt á þessum tíma. Já. Að byggja þetta stóra hús. Já, eins og ég heyrði söguna þá var ekkert verið að gera svona stór hús í öðrum sveitafélögum. Til 1300 fermetrar þetta opnað fyrst og með 8 metra lofthæð og þetta var bara algjört gímald á þessum tíma þegar hús voru svona frekar smá í sniðum og svona. Þannig að menn í ungmennafélagi Njarðvíkur og kvenfélaginu og Njarðvíkurhreppi þeir hugsuðu stórt og hann það stóra, hann nýtist ennþá vel í dag og hvort sem er 100 manna fundur eða 1000 manna pallaball Og gaman að rifja söguna upp og svona, þetta náttúrulega gríðarlegur fjöldi viðburða sem hefur verið hérna í Stapan. Já. Í 60 ár. Einmitt. Já, ekki bara einmitt í gegnum tíðina bæði þegar á upphafsárunum og svo þegar öll sveitaböllin voru vinsæl og svona og frá því að Stapirunni endur opnar eftir þegar var tekin í gegn í kringum 2010 að bara eins og ég þuldi upp áðan að þá þetta árshátíðir og brúðkaup og afmælisveislur og fermingarathafnir og trúarathafnir og já. Og mikil áhugi en þá mikil þú sagðir að það væri bara ein helgi laus núna til áramóta? Já, bókunarstaðan okkar þegar við fórum inn í hausti það er ein helgi laus og allar hina helgarnir eru bara árshátíð Brimborg, árshátíð Hrafnistu, árshátíð Lögreglunnar og meira segja helgin sem er laus. Það var bókun á en svo árshátíð forfallaðist. Þannig að já. Þannig að eins og þú varst að segja það er talsveit fyrirtækjum og aðilum utan Suðurnesja að koma hingað til þess að halda alvöru árshátíð og partí. Já. Eins og ég segi, Brimborg, Hrafnista og fleiri og við höfum verið með árshátíð World Class og ég man þetta ekki allt saman en já, við auglýsum auðvitað grimmt og fólk eins og árshátíð fyrirtæki vilja oft iðulega fara með árshátíðin sinna stundum út fyrir sveitafélagið eins og Reykjavík og fara jafnvel til skiptis til Selfoss eða Akureyrar og við erum inn á þessu korti þannig að fólki kemur stundum hinga og kemur svo aftur til 3 ára eitthvað slíkt. Það var verið að safna náttúrulega fyrir þessu húsi, kvenfélagi og ungmennafélagi var hér á fullu og svo náttúrulega var þegar það var vígt, þá var ég uppfarta, það voru kvenfélagskonur hér að uppfarta og þetta var æðislega og hérna maður búin að eiga alveg æðislega skemmtilega, tjúttandi og þetta var alveg dýrlegur staður að eiga þetta hús. Því hún heldur ríkir Njarðvíkingar að eiga þetta hús. Segðu það nú og við Njarðvíkingar náttúrulega mjög stoltir af því, ég lýg því ekki skilur. Við konum með unga dömur sem að stigu sín fyrstu dansspor eða skref í Stapanum á hinni öldinni, þegar ekki þetta? Jú, fyrir miðja síðustu öld. Nei, ekki alveg svo sem. Undir lok síðustu aldar, getur ekki sagt það. Góða minningar. Já, þannig var að þegar það var áður en ég komst á aldur og komist til Stapa, það var litli salurinn hérna bakvið og við vorum búin að semja við stráka, bóa og einhver á steypustöðinni að draga svolítið gardínuna frá.
þannig að við gátum aðeins svona kíkt inn og þetta var næstu því að vera. Þannig að þetta er mjög góð minning. Já, hljómar. Stelpur? Eitthvað sem Það þið sem muni? er eftirminnilegt hjá mér er unghjónaklúsböllin. Þau voru alveg frábær. Þá hitti maður bæjarbúa og það var mikið stuð og mikið fjör og stundum partí langt fram á morgun, sko. Það var ekki að fara heim þó að þau væri búin. Þá að fara í partí. Eitthvað sem þið með það? Bara sama, bara gaman á unghjónaböllunum og alltaf brjála stuð. Ég reyndar bjó ekki hérna söður frá sko en Komst samt í Stapan? já, eitthvað einu sinni tvisvar hérna, og það var skemmtilegt sko. Sætaferðin. Það var svo dásamlegt þegar voru sætaferðir. Það komið strákarnir sæt og Reykjavík og Hafnarfirði og líka í Ungó á þeim tíma. Þegar ég var í Ungó, þegar ég komst inn þegar ég var 15. Af því Hannesabræður voru dyraverðis. klíkunni. Ég var í klíkunni þá. Það muni eftir böllum hérna svona bara gegnum tíðinu náttúrulega. Já, mörg. Flottum hljómsveitum. Ljúfar minningar frá úr Stapanum. Já. Mér finnst það eiginlega meira í Ungó. Þetta var einn staður sem hægt var að fara á. Það var geggjað stuð. Það var ekki farið þegar maður búið að slökkva ljósin 4 sinni og bera borðin fram, þá lók, ok, við erum að fara. Það var miklu Þetta voru skemmtilegra. frábæra minningar. Það var æði. Þetta vantar svolítið í dag, svona hjónaböll og því nú Það vantar það. Nú er allt búið, það er ekki. Þeir eru bara allir í... Þetta er á netinu. Það er bara á netinu. Það þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig frá bláan stöðum að nyrstu sjávarströnd frá vel þekktum stöðum út í ókunnu lönd það fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig. Finnst þér að hafa, þurfa að horfa tilbaka, það er ekkert langt síðan að afmæli hljómahallarinnar frá þessari stóru breytingu var fagnað. Þú búin að vera þetta frá því að hljómahöllin sem slík byrjaði. Ertu ánægður með hvernig til tókst svona með allt innváls og bygginguna hérna? Já, ég myndi bara segja að ég sé í rauninni, ég sagði alltaf að þetta fór langt fram á vonum. Ég man einmitt þegar við áttum hérna, svona sambarlegt viðtala ári eftir að húsið opnaði að ég held ég hafi sagt frá því að það sem hafi verið að gera ráð fyrir tekjur sko, við fimmföldum það og ég held að fólk hafi ekki gert sem grein fyrir því vegna þess að Stapinn var komin í mjög litla notkun á ársgrundvelli, það voru þetta nokkur framhaldsskólaböll og eitthvað svona ári en hérna, já, ég myndi að segja það, ég held við sem búin að hámarka nýtinguna og það er engin annar salur á Suðurnesjum sem er svona stór og tekur svona mikið eins og ég sagði hann er svo síbreytilegur, við getum gert allt þöggs að sé flatt gólf og engin fasti stólar þannig að ég er mjög sáttur sko og hérna, allir tónleikarnir sem eru hérna, listamenn sæki að koma hérna, Bubbi og Ari og Valdimar og Bríett og GTRN og allir þannig að og þeim finnst gott að koma hérna eins og ég sagði á hann það er rosa góður andi hérna, en við erfitt að kannski koma orð í kringu það en það er góður andi hérna og fólk fílar að koma hérna. Hvernig fannst þið svona andin og ég meina það var mikið böll hérna og þið sóttu þau og fleiri? Við vorum í Ungþjónaklúbbnum. Það var bara mætt hérna klukkan 9 á kvöldestrar og það dansaði bara alveg fram að miðnætti og svo að fara í partí í eitthvað hús á eftir. En hérna hvað með eins og hérna þorrablótin til dæmis á Njarðvíkingu, annálar og... Geggjuð og þá mátti maður hafa vínið upp á borði. Svo fór þetta að breytast, þannig að það þurfti að setja undir borðin. There once was a woman I knew I called her sweet Mary Jane She worked in the meadow most every day And sometimes she walked in the rain My lovable sweet Mary Jane Hvenær komu þið fyrst hérna fram, munið þið það? Í Stapa? Já. Svo hef ég ekki hugmynd það. Nei, sko, ég kom fyrst fram með rofum, sennilega, frekar enn í pásu hjá hljómum. Og Magga var síðan boðið í rofa af því hann var svo góður á gítar. Og það hefur verið sennilega 65, sko. Já, þá
Breyttum við þessu yfir í Nesmann. Já, það var umboðsmaður sem vildi breyta nafninu í Nesmann og En við vorum hérna eins og gráir kettir mjög oft sko að æfa sko. já, Fórum alltaf að fengum lykil hjá Óla og já, Óli var mjög góð við okkur sko. Hvað erum við að tala um? 1960 og... 67, 6, 7, 8 sko. Já, þetta var hérna uppeldisstöð dálítið sko. Já, það var ekki spurning sko. En maður manið þessar sögur frá ykkur og fleiri ykkar félögum úr bransanum eins og maður segir að Óli var góður við ykkur og hérna leyfði ykkur að koma hér inn og æfa. hann skildi þetta mjög vel. Já, mjög, hann var mjög. Hann gerði sér grein fyrir því að þetta væru kannski, við værum kannski svona einhvern tímann í framtíðinu þeir sem að kemur hér að spila hjá hann, sko, að böllum eða eitthvað, sko. En var þetta yfirburðarhús hérna á þessum tíma? Já, þetta var frábært hús, sko. Það var verið toppurinn bara. Já. Svo fekk maður að vera hérna, sko, á sviðinu, svo skrapp maður hann í kjallara og fekk sér pásu. Já, það var svona kjallari undir sviðinu sem gemt leiktjöld og eitthvað svona. Já. Er eitthvað svona meira eftirminnilegt frá Stapa? Eitthvað sérstætt sem að er ofalega í huga ykkar? Þarf ekki að vera það sama? Já, einu sinni var ég á balli hérna og var að dansa, þá kemur hann með konu og segir, hvað er þú að gera á landinu? Ég sagði, ég er búin að vera þetta lengi, ég hætti þessari helvitis lygi, þú ert bara nýkomin og okkur hefur ekki samband um mig. Þá hélt hann að ég var einhver allt annar maður. Já. Ég var átt okkur að svipa á sögu. Ég var að taka bara vegabrið á sínum maður. Nei, ekki svipa, ekki. En úr tónlistinni, svona, þú veist, er eitthvað dansleikur? Já, það er náttúrulega, sko, mörg bara bönd sem var, sko, já, sá hérna þetta, sko, hljóma svo, man ég eftir fyrsta skiptið sem Trúbrot komið fram, sko, það var svona stór stund, sko, það er svona, já, það er svo margt, sko, maður man ekki allt, bara núna. Þetta voru svo spennandi tíma, sko, það var eitthvað nýtt að gerast í músíkinni hjá okkur alla daga. Mikil gerjun. Já, og þannig þetta rennur svona mikið saman bara í eitt. Ég var að semja lag daginn sem heitir Þurrkað af gömlum tíma. Og þá er það tími síðan fyrir 50 árum síðan, sko. Og mér var einmitt bara að hugsa til Jóhanns og mín þegar við vorum að lagi fjallar það, okkar kynni og þennan tíma sem hefur liðið. Já. Þannig að þetta vendur aftur upp á sig þessi tími. Já. Hvað er langt síðan að þið tveir komu saman, munið þið það? Hvað fyrsta giggið? Fyrsta giggið var sennilega í Tónabæ á Þjóðlagakvöldi, sko. Við komum reynda fyrst fram með ábót með Finnboga Kjartans og Ingvar Steini, sem ábót, Finnbogi komið það nafn. Og svo fljótlega, svo vorum við orðin tveir, sko, og svo vorum við farnir að semja, sko, sitt í hverju lagi, hringdi mig hvern annan, sko, Maggi Njörgi, Keflavík og hérna, já, það var bara ein rúta sem gekk stundum hann á milli. Þannig að við sungum bara fyrir hvern annan í síman og voru svona þetta jákvæði hvati, sko, þú veist, Maggi hringdi mig með eitthvað lag og ég kom með mótleik, sko, og þannig að þetta var mjög jákvæð samstarf, sko. Þetta voru svona stóru svörtu símarnir. Ég er búin að semja nýtt lag. Já, ok, leið mér að heyra. Tóli sett á borðið og svo að spila. Já, þetta var svo mikið áhugi, maður. Það er ekkert í heiminum að eilífu Guð og við. Þú gafst mér stílinn og fjörðin Guð til að styrkja mig. Ég fann eitthvað lífið var fag fyrir en ég elskaði þig. En bara svona örstu svari, ég veit, kannski einhvern veginn spurt ykkur þessu, en voruð þið með eitthvað bakgrunn í tónlist á þessum tíma? Nei, ekki ég. Ég fór í einn tíma. Ég ætlaði að fara að læra á gítar hjá einhverjum gítarkennara hérna. Já. Og þá var ég búinn að setja 3 strengi viðbót í gítarinn, sko. Þeir voru bara 3 fyrst. Það spilaði maður bara Peter Gunn og eitthvað Chuck Berry riff og svona, sko. Svo vildi ég fara að læra hljóma og eitthvað meira og ég fór í 1 tíma og Magnús minn, taktu nú fyrir mig E og ég tók dang, taktu nú fyrir mig A, dang og D, dang
og ég sagði, herði, ég ekkert komin hérna til þess að taka einn og einn streng í einu, sko, þú voru að kenna mér hljóma. Já, það kemur að því og taktu nú fyrir mig G. Og ég sagði, herði, þetta alveg komið, ertu blessaður. Já, sko, ég lærði þannig að það var gítar upp á vegg heima. Systir mín hafi verið í skátunum og fluttið til Bandaríkjanna og skildi gítarinn eftir og ég notaði þennan gítar bara til að stríða kettinn mínum. Þegar þú gerir svo með nöglunum eftir strengjónum og þá fékk ég alveg krippu og loðið skott og allan pakkan. Já. Og ég snert aldrei gítarinn nema bara þannig, sko. Já, og svo kom bílarnir, sko, og þá var náttúrulega bílskúrsbönd í öllum bílskúrum og allstaðar. Allt vitlaust. Og þá varð ég að læra á gítarinn og þá gaf Sævar, bróðir hans Gunnar Þórðar, mér svona heftað gítarhefti, pínlítið og þá lærði ég bara alla vinnukonugripina. Þetta var bara svo augljóst hvar áttu að setja puttana og svo var mér sagt að ég þyrfti að læra þvergrip, annars var ég bara ekki gjaldgengur í bandi, sko. Og mér fannst það eitthvað algjörlega yfirstífalegt, þetta þvergrip maður, hvernig ánskotanum var það að ná því. Þannig að ég var ekkert með neina bók það allavega og þá fór ég til, held að vera Gissur í Njarðvík, sko, sem var að kenna gítar og hann kenndi mér þvergripið. Ef þú ert búin að læra eitt þvergrip, þá getur þú veist, kanntu all hinn, sko. Þetta allt svona bara aðeins að færa til. Og þá var þetta bara komið, sko. Ég ætla bara að upplýsa ykkur um það, því að þið þekkið bílskúrsbönd frá þau í eldgamla daga. Ég heyrði bara síðast í gær af bílskúrsbandi hérna inn í Keflavík. Þetta ennþá í gangi. Já, auðvitað. Þetta alltaf. Já. Sko, ég var á sjó þennan tíma á mótorbátnum Mumma. Já. Og þá voru bara 3 strengir í gítarnum og ég tók þetta alltaf með mér borð og var alltaf að spila svona meðan árum að var kallaður í einhverju aðgerð eða eitthvað, taka netinn og svona. Og svo voru 3 dagar eftir af úthaldinu og ég var alveg orðinn viðfjölslaus að komast í land og verða tónlistarmaður. En ég fór upp í stýrishús og sagði við, hann var kallaður Spanni, ég man ekki hvað hann hér, búin að reyna að reyna hvað, hann var kallaður Spanni eftir einhverju áhaldi sem var notað við netadót. Og ég sagði við Spanna, heyrðu, ég verði eiginlega að fá að hætta bara þegar ég kom í land. Og hann sagði, hvaða bull þetta í drengur? Það ekki nema 3 dagar eftir af úthaldinu. Ég sagði, já, mér alveg saman, ég verð bara að fara að hætta. Og hvað fjandann ætlað þú að fara að gera? Ég sagði, ég ætla að gera tónlistarmaður og hann skelli hló bara að mér. En ég hætti, fór í land og fór að æfa mig bara 6-7 klukkutíma á dag, alveg bara marga mánuði, sko. Svo hitti ég hann einu sinni á við einhvern fögnuð, sko. Og þá myndi hann mig á þessa sögu, ég var búin að steingleyma þessu, sko. Magna. Góð saga. En þið eru ennþá að? Eitthvað? Þú varst með tónleika á dagi? Já. Og nýja plötu. Bara skellt í plötu bara og tónleika. Ég heyrði að það gengi vel og mikið af sögurnar sem eru mætt. Já, það var bara mjög flott og mjög skemmtilegt, virkilega. Nei, ég held að eins og Maggi sagði, sko, ef við setjumst bara heima og förum að lesa og að prjóna eitthvað, þá erum við bara óhamingju saman. Já, þetta svo mikið Við verðum eiginlega, sko, að þetta eitthvað, þú veist, við kunnum ekki hvað við að fara að gera. Ég meina, við kunnum ekki að nýta neti að gera neitt þannig. Þannig að þó að menn sé orðin 70+, þá eru, það sára lítill munur á innra hylkinu, sko. Nei, maður ennþá bara, þú veist, 16 ára hérna í Stapanum, sko. Já. Þetta bara, þú veist. Og þú varst að segja mér lag bara í gær eða fyrradag, var það ekki? Nei, ég samdi nú reyndar texta í fyrradag, en ég samdi þetta lag fyrir ári síðan þennan tíma okkar, eða hálf ári. Já. Ég sá mynd, þarna Bob Dylan myndina nýju, leikarann. Og ég bara fór alveg á límingunum, vildi endilega bara upplifa þetta tímabil aftur í mér, þannig að ég fór og samdi svoleiðis lag. Þegar við Jói vorum að skríða hann í kjallarann hérna. Já. Og ég gaf plötu fyrir á og hann núna, þannig að við erum alveg bara starfandi, sko. Já. Jói, hvað varst að semja núna? Hvernig plata þetta? Þetta úa mikið ástin og lífi svona í svona víðu samhengi, sko. Þannig, já. Eins og hann kemur mér fyrir sjónur, ég held að ég þurfa að segja það. Mér fannst ég endurheimta Jóa frá því fyrir 1970 og eitthvað, sko. Allt í nú að Jói fann að syngja þarna hátt sem ég kannaðist vel og þekkti. Skilurðu? Og mér fannst það rosalega skemmtilegt. Ég mæli eindreið með þessari plötu. Já, við skólumst aldrei vel í Rockville, sko. Þar vorum við húsband alveg, sko, nokkur ár, sko. Í Kanan? Já, og vorum að syngja American Top 40, sko, og þá lærðum við aldrei svona
þú veist, síast inn, þú veist, lögin, þú veist, hvernig raunin á lög að vera til, sko, hvernig á að semja og allt það, sko. Voru það að syngja eftir topp 40 listanum sem að allir Suðurnesmenn fylgdust með? Já, margir? Já. Manstu þetta Andi? Já, og svo var Andi, hann þeldökkur söngvari sem hann söng Only You, algjörlega rétt, nema bara í einni tóntegund. Hann var ótrúlega góður, sko. Og hann þurfti alltaf að koma til maður og segja en that was the first chord. Það var einn galli við hann, sko, hann söng alltaf í villsir tóntegund. Svo einhvern tíma byrjuðum við á leiðina á þess að láta hann vita og þá söng hann bara all lagið í allt annarri tóntegund. Hann breytti bara ekkert hann söng lagið bara í D meðan við vorum að spila í F eða eitthvað, sko. Við sungum í eyra á honum bara tónin til að vera örgulega, sko, myndin á honum, en það kom fyrir ekki, sko. Það mjög sérstakt. En hvað var á plötunum þinni sem varst að gefa út í fyrra? Hvað var hún? Svona eitthvað þema? Já, þetta var bara, ég lofa því líf, heitir hún, og þetta bara frá því að ég var svona 8-9 ára gamall, 2 sögur frá því tímabili í fjörunni heima og svo bara í gegnum svona, þetta einhver 14-15 lög sem eru þarna, sem ég tíni svona upp eftir tilfinningum bara. Mjög ánægður með það plötu. Já, flott plata, mjög góð plata. Það var gaman að koma hérna í dag og 60 ára afmæli Stapas. Þið tónlistarferill ykkar, svipað gamallega, bara það bil svipað, eða ekki? Já, við byrjum í krossinum, reyndar, sko. 68, 9 eða ekki? Já, við byrjum, sko, við erum byrjaðir að 65 í Nesmunum, sko, og ég var 64 og þú varst núna eitthvað að skóla að stráka til manni í krossinum. Skuggana, Stebba Ólafsson og þá varst þú að hann var að kenna þeim, sko, aðeins, eða eitthvað. Maggi var heldur sleipur, sko, og þar heyrðum við hann spila, sko, við í Róðum, sko, og okkur fannst og tókum upp á kassetu af því hann það var eitthvað, byrjunin á Kingslæginu Tired of Waiting for You, sko, af því við náðum því aldrei almennilega og heyrðum Magga hann að taka þetta og þannig var hún boðið í bondi, sko. Og þú þóði boðið? Já, eins og skot. Hungraði eftir action, sko. Já, það var þetta komið, sko. Heyrðu ekki, gaman að spjalla við ykkur og takk fyrir þessi músík og spjallið. Já, takk fyrir að hugsa okkur. Já. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út blað sem kemur núna út hálfsmánaðarlega en í þessari viku var blaðið dreift á 30 staði á Suðurnesjum, fullt af nýju og skemmtilegu efni í blaðinu. En við erum líka að skrifa nýtt efni á hverjum degi á Víkurfréttavefinn, vaff.is og golffréttir á kylfingur.is. Við þykjum góðar ábendingar efni, endilega sendu okkur hugmyndir á vaff hjá vaff.is. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl.